Dette er intervjuet som har ført til storm på Island. So are you comfortable there? Yes. Yeah. What is the main theme? The main theme is the crash, but not the crash itself, but I mean how Iceland managed to rise from the crash. Sigmundur David Gunnlaugsson ble statsminister på Island etter å ha kjempet mot utenlandske kreditorer etter bankkollapsen i 2008. Her stiller han opp til intervju med Oppdrag granskning i tro om at han skal snakke om hvordan Island har klart å reise seg etter krisen. What do you personally think about people and companies that are using, well, tax havens for hiding assets, for example? Well, in Iceland, like in most Nordic societies, or all Nordic societies, I suppose, we attach a lot of importance to everybody paying his share, because we have a big, well, society is seen as a big project that everybody needs to take part in. So when somebody is cheating the rest of society, it is taken very seriously in Iceland. Han snakker også om hvor viktig han mener det er med tillit til statsøkonomien og skattesystemet. Having faith in important institutions is very important, very valuable for society. So we want to show that we are leaving no stone unturned. People can rest assured that the government is doing what it can to look into any misconduct. Egentlig har journalisten bedt om et intervju fordi han har fått tilgang til lekkede dokumenter. Dokumenter som viser at statsministerens familie også var blant kreditorene i de fallerte bankene. Det via et selskap i et skatteparadis. Det har aldri før vært kjent. What about yourself, Mr. Prime Minister? Have you or did you have any connections yourself to an offshore company? Myself? No. Well, the Icelandic companies, and I have worked for Icelandic companies, had connections with offshore companies, even the what's it called, the workers' unions. So it would have been through such arrangements, but I have always given all of my assets and that of my family up for the taxes. So there has never been any of my assets hidden anywhere, and it's an unusual question for an Icelandic politician to get. It's almost like being accused of something, but I can confirm that I have never hidden any of my assets. Sorry for being rude. That's not what I want to do. I just wanted to ask you personally that. So the case is that you have never had whatsoever any connection to an offshore company yourself. As I say, my assets have always been up on the table. Mr. Prime Minister, what can you tell me about a company called Vintris? Well, it's a company, if I recall correctly, which is associated with one of the companies that I was on a board of, and had an account, which, as I mentioned, has been with the tax on the tax account since it was established. So now I'm starting to feel a bit strange about these questions, because it's like you are accusing me of something when you are asking me about a company that has been on my tax return. Yeah, but it must be okay for me as a journalist to ask. Yes, certainly, but you are indicating that I have not paid taxes on it. No, I'm just asking you questions. Okay. But to go into the details, I would like my partner to do it in Icelandic, because I don't have the details. Akkur hefur ekki sagt frá... Ég skal taka þetta viðtalið í sjálf, en sérstaklega... Akkur hefur ekki sagt frá því að þú væri tengdur aflandsfélaginu Vintris? Herru, ég skal veita þér þetta viðtal, þú byrður viðtal um þetta. Þú getur svarað, þú ert forsætisráðherra þjóðarinnar. Algjörlega. Þú getur svarað þessum spurningum. Vegna þess, eins og ég var að lýsa hérna áðan, þetta kemur fram á skattskýrslunum mínu og hefur gert frá upphafi. Það er verið að reyna að gera eitthvað tortryggilegt sem að ég hef gefið upp alla tíð. Þú segir að þú hefur gefið þetta félag upp. Algjörlega. Akkur gafst þetta ekki upp í hagsmunaskráningu þingmanna eftir þú varst kjörinn á þing? Vegna þess að hagsmunaskráning þingmanna náði til tiltekinna atriða.
og öll þau atriði sem hagsmunaskráning þingmanna nær til voru gefin upp. Og þetta sem þú varst að tala var eitthvað sem var búið til af einhverjum banka á sínum tíma en gefið upp frá fyrsta degi. Þannig að Átt þú þetta félagið? Konan mín seldi hlut í fjölskyldufyrirtækinu, það fór í einhverja umsjón í bankanum og bankin setti eitthvað fyrirkomulag á því og úrvarð þetta fyrirtæki eða ég kann ekki einu svona allt saman, en allt gefið upp til skatts frá upphafi. En hvaða eignir er í félagi? Ég meina, Við vitum það að Wintris var kröfuhafi og kröfuhafi í föllnu bönkunum. Já, þú ert að spyrja mig hluti sem ég ekki einu sem búin að kynna mér. Þú seldir þinn hlut í félaginu fyrir $1 2009. Þú ert að spyrja mig einhverju tóma vitleysu. Þú pratar mig við þetta á fölsku fórseti. Ég með undirskriftina þetta sekundu. Já. Viltu sjá hana? Já, ég meina, þetta bara... We don't repeat, Mr. Prime Minister. It must be asked those questions. Já, einmitt. Á gamla stað 2009. Þegar þú spyrir mig við þetta, það verður ekki með tækifæri til þess að kynna mér það sem þú ert að spyrja. Þú hlýtur að vita félagið. Þú seldir konunni þinni félagið, helmingi félagið fyrir $1. Ég bara að segja, seldi konu mínu. Já. Ég var ekki eins og giftur á þessu tíma. Ég bara að segja þér að þeir eru allt verið gefið eftir skatt frá upphafi. Þannig að þið eru verið að gera eitthvað tortryggilegt sem að ekki tortryggilegt. Vita félagið í Indifens að þú hefur áttu aflandsfélag sem hvaða atriði ertu að reyna að búa til þetta? Sigmundur, þú hlýtur að geta svarað þessum spurningum. Þú ert forsætisráðherra, þú hefur ekki komið hreint frá.